Já, góðan daginn. Mig langar svona aðeins til að segja ykkur frá þessu hugtaki hérna örveri filma, oft bara kallað skán. Þetta sem sagt enska orðið bíófilm og þetta sem sagt í raun og veru svona vaxa örverur saman í náttúrunni í svona stórum og flóknum samfélagum og mynda svona örveri filmur. Þannig að í þessari filmu eru þá bæði örverurnar sjálfar sem eru margar tegundir stundum og svo slímefni sem að þær framleiða sjálfar og sæta frá sér. Og hér sjáum við ágætis dæmi örverufilmu, þetta svona inn í einhverju röri hérna, svona eitthvað drulla, inn í svona pípulagnum hér í stundum, þarna er komið mikil filma, svona eins og ef við sjáum kannski svona eitthvað grænt slí á steini á, þá það örverufilma og því þekki ágætlega svona örverufilmu, þetta svona skán á tönnum, getur valdið vandræðum. Og síðan, það sem við höfum kannski mestan áhuga í þessum áfanga hérna á lækningatækjum, eins og til dæmis þvæleggjum. Og þetta hérna sem sagt alvöru smásjármynd, rafeindasmásjármynd af yfirborði þvæglegs, þar sem að bakterían Staphylococcus aureus hefur myndað svona örverufilmu á yfirborðinu og þetta slími hérna sem þið sjáið og svo einhverja frumur í þessu slími. Og þetta getur bara verið mjög slæmt vegna þess að svo þessi þvægleggur settur upp í einhvern einstakling sem sjúklingur og veikur fyrir og getur valdið sýkingu. Það skiptir þá öllu máli í þessu samhengi að hafa rétt vinnubrögð til þess að þetta myndist ekki. Og þetta hefur ef til vill komið af bara húð heilbrigðisstarfsmannsins eða eitthvað svoleiðis. Og svona myndast örverufilmur og þetta tekur bara mjög stuttan tíma að gerast. Að það byrjar þannig að einhverjar fljótandi örverur setjast og bara til dæmis á eitthvað yfirborð sem gæti til dæmis verið þvægleggur eða annað. Og þetta tekur bara sekúndur en þannig þær svo sem ekki alveg fastar og geta þetta bara losnað aftur. Og svo breytast þær þannig að þær verða svona botnlegar og byrja að mynda slímið og þetta tekur bara mjög stuttan tíma. Og það svo bara fara þær að vaxa meira og núna náttúrulega á þessu stigi hér þá myndum maður sjá þetta með berum augum. En við sjáum þetta náttúrulega ekki með berum augum á þessum fyrstu stigum hérna, þannig að það getur verið hættulegt. Og svo það alltaf þannig að með tímanum þá fara þær að dreifa sér út úr filmunni og mynda þá filmu annars staðar. Og slímefnið sem í filmunni, það náttúrulega gerir ýmislegt. Það til dæmis heldur bara filmunni saman, verndar örverur gegn ýmsu. Það til dæmis vörn gegn hvítum blóðkornum sem náttúrulega okkar varnarkerfi. Og náttúrulega, ekki gott fyrir okkur að þær geti búið til svona slím. Verndar gegn alls konar eiturefnum í umhverfinu, til dæmis sótthreinsiefnum eða sýklalyfjum eða eitthvað þannig. Kemur þetta í veg fyrir ofþornun og ef þetta orðið mjög mikið þá bara komnar hellingsrásir þarna með næringarefnum og úrgangsefnum og hina þessu. Nú ég var búin að minnast á það hérna að það sem sagt skán á tönnum sem flokkast undir svona örverufilmu, veldur tannskemmdum og tannholdsbólgum, getur myndast í sári eða valdi þá ígerð í sárinu. Og svo má ekki gleyma því að við erum líka með bara mjög eðlilega normalflóru á slímhúðinni okkar sem við viljum hafa þar, en það í raun og veru bara svona filma. Og það þarf kannski ekki að segja frá því að örverur sem geta búið til svona filmur miklu betur varðar gegn sýklalyfjum og átfrumum ónæmiskerfisins. Bara aðeins í viðbót örverufilmur á lækningatækjum og því það eitthvað sem getur skipt ykkur máli og þetta þá aðalega leggir eins og æðaleggir og þvægleggir sem ræðir og svo ýmsar ígræðslur eins og gervileiðir eða svoleiðis og það auðvitað mjög alvarlegt vegna þess að það mun erfiðar að taka gervilið úr fólki heldur en æðalegg eða þvæglegg. Og þá það oft þannig að örverur berast frá húð sjúklingsins sjálfs eða höndum heilbrigðisstarfsmanns
og mynda þarna örverufilmi bara á mjög stuttum tíma, sekúndum, mínútum. Þannig að þarna skiptir öllu máli að vera með réttar vinnuaðferðir og hreinlæti. Annað með svona örverufilmur er að þær örverur sem eru í filmunni eru í mjög náinni snertingu hvor við aðra. Þannig að þær eiga þarna í samskiptum sín á milli og geta meira að segja fengið erfðaefni frá hvor annarri. Og mögulega eru þetta erfðaefni sem að gefa þeim meiri hæfni til þess að valda sýkingum. Meira um það seinna.